Einkennin mín voru öðru sem ég bjóst við. Ég fekk svo mikið svona stingandi höfuðverk hérna öðru megin í. Það var alveg bara 4 sólarhringar, sko. Alveg bara stingandi hérna í höfuðkúpunum. Og ég bara spáði að mamma og pabbi voru að fara í þetta. Í dag. Heyrðu, sko, ég er að setja hérna á mute núna.
Nei. Og þá bara klára það. Svona, jæja, góða kvöldið. Þá bara klára það. Það hérna. Voru setið á mute á öllum tækjum hérna í kringum mig. Það ekki það að vera klárt. Herðu, við erum fara að hendi í annað Kahoot félag, hvað heitir það? Félaghút? Félagið, já. Herðu, það var kannski rétt svona í byrjun að það er svona kommentasíða líka á YouTube síðunni. Myndu kommenta þar hvort þið heyrið ekki í okkur. Ég er búinn að senda það inn, 1 komment, þetta er alveg allt að gerast, við komum í loftið núna, skrifaði ég, og það væri flott að fá, ef þið heyrið í okkur. Annars erum við bara að babla eitthvað hérna og enginn heyrir neitt. Útskýrum svo aðeins betur hvernig þetta virkar. Við miðum við svona 10 mínútur pluss og hefjum við leik. Já, það sem að þið sjáuð á skjánum núna, það eru bara þessi nöfn liðana, það er ekkert komið meira. Sko, það er eins og flestir þekkja það er sem sagt þið setið inn, það sem þið sjáuð á YouTube rásinni núna er bara pinnúmerið inn í leikinn, þannig að ef þið sjáuð þetta númerið efst 162 7041 þá farið þið núna í síman og náið í app sem heitir Kahoot og setið þar inn þetta númer á eins og var útskýrt á Facebook-síðunni og það er svona litskrúðað eftir takkin ef þú ert komin inn í þetta Kahoot app. Ítir hans, þetta stendur Enter PIN, þar setur inn hérna númer leiksins sem að stendur á YouTube-skránni og nafnið þetta og þá ertu komin inn. Svo koma spurningarnar á YouTube-rásinni og þið getið bara svarað á símanum. Það er flóknara að útskýra heldur en að gera þetta er sára einfalt. Þið horfið á og svarið á símanum. Endilega komið með ykkur spurningar eða kommenta á YouTube ef það er eitthvað óljóst og eins bara ráðgætt ef þið fá ykkur staðfestinga og það heyrist í okkur. Daði hann vaktar það og verður með á hreinu. Er enginn að heyra í okkur? Þið megið kannski líka bara skrifa á síðu félagsins ef þið erum með hana að opna. Það er greinilega enginn að heyra í okkur innar. Jó, Elín heyri í okkur aðan, þannig að það er nú. Það er engar áhyggjur, þetta er bara, við erum bara að leika okkur inn aðeins. Við ætlum nú bara sko klukkuna vantar nú núna 5 mínútur í hálf og við ætlum að bíða aðeins og bíðum aðeins fram yfir. Þannig endilega bara setja í glösin og jú, Halldóra segir víst. Hvað meinaru? Víst hvað? Heyrur í mér? Halldóra, segðu þá já? Þetta er annars bara til Jeps. Bara til gaman skert við þetta er nú eitthvað svona Bjössi P. heyrir. Lauslega flokkaskipt held ég cirka 5-6 spurningar í hverjum flokki og svo blandi póka í restina. Það eru ég held að það sé tónlist og skemmtistaðir eða veitingastaðir. Já, alls konar. Smá pólitík, ekkert ofleðilegt held ég og það vona ekki og svo reynilega mann ég ekki hvað ég hafði vissað. Það var rosaleg spurningin að með hvað það er mikið loft í dekkjónum og húsbílnum. Já. Hvernig vissur þetta? Þú þarft meira, loft í dekkin. Það er bara húntið þannig. Á að vera jafnt í öllum? Nei, meira aftan. Já, klárlega. Það er spurning, kemur líka einn spurning hvað er mikið loft í dekkinu Einari, og Garðari. Þetta þurfum allir að vita, sko. Þetta er skemmtinefndin. En lágpallin er líka með sér og slík. Já. Það er loftið, sko. Já. Herðu, en ef það er eitthvað óljóst í þessu hjá okkur, þá er tími núna annarkvort að henda þið inn á Facebook-síðuna eða bara hann í spjallborðið á YouTube. Hvort það sé eitthvað óljóst við Kahoot eða setja þetta upp í símanum eða þess áttar. Það er allir Katrín sem komin inn.
Katrín Stefáns. Já, hún er komin Hún inn. er komin Katrín, velkomin. og heitir hvað? Hvað heitir hún hennar lið? Það er góð spurning. Ef þið heyrið eitthvað hljóð í bakgrunni þá er þetta, hvað heitir það, móli, mosi? Mosi? Mosi, Já. bákökur? Það er reyndar ekki bara hann, sko. Hann er komið kærustu, sko. Já. Það er alltaf upp á hann tippið, sko. Já, ég sá hann var með iPhone líka, hann er í úrinu. Já. Ég breyfði ekki. Það er loftlaust hjá Einari, segir Dóra. Já. Það er svona. Herri, við gefum þessu kannski svona 5 til Já. 5 mínútur pluss yfirbót. Hellið bara aftur í glösin, bara ekki meira en sko upp á kantinu. Jú, bara alla leið. Fulla ferð. Föstaskvöld, þið er ekki að fara nokkuð skap á hlut eftir 3 vikurnar, þannig að bara... Þetta ætti náttúrulega ekki heita Kahoot, þetta ætti heita COVID. Já. Hvað ætli hérna Kata heiti? Hún er númer 59, þannig að það stendur nú ekki þannig. Jú, byttu við. Ég sá það hjá henni. Ég held hún heiti Trína. Þetta er nú Já. leiðilegt á daga, síðast ég var hérna þá var hann með sko heila bók yfir hérna alla félagsmenn. Já, hún er nú hérna, sko. Já. Já, hefur ekki hafa hann til dags. Og það er gaman frá því að segja að það gengur 9 félagar í félagi í dag. Já, frábært. Númer 158. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Við erum núna 309, 10 og 7. Númer. Nú félagsnúmer, úti. Það er glæsilegt. Það er mjög flott. Það er bara glæsilegt. Nei, það var eitthvað svo hætti við. Nei, þetta er bara, ef síminn dettur út, þá dettur nafnið af skjánum. Já, þið þurfa að halda símónum dálítið vakandi. Já, en þið dettið inn aftur í leiðu opni síma. Já, bara, þegar við tökum þetta bara einni beit, þetta tekur ekki mikið meira en svona að klára þetta og... Við ætlum að taka þetta aðeins hægar heldur en síðast. Já. Við vorum dálítið stressaðir hérna og hérna... Já, talaði fyrir sjálfa Já, það varst nú þú sem las spurningarna. En hérna hjá mér er Einar Matthías Kristjánsson. Hann er sonur bróður míns og Kahoot snillingur Og það er ekki? og höfðingi og kemur hérna í annað sinn til þess að gera þetta með okkur. Þetta er bara gaman. Sigurbjörg segir skil ekki neitt. Hvað segir það Sibba mín sem ekki skilur? Sko, ef þú ert komin á YouTube-rásuna, þá er hálfur sigurinn unnin. Næsta sem þú þarf að gera, það er að fara í símaðinn, fara annarkvort í App Store eða Play Store eftir því hvort þú ert með iPhone eða Android síma. Það þarf að ná í app sem að heitir Kahoot. Sérðu nafnið á því hérna bara á skjánum hjá YouTube. Fyrir og nafnin. Skrifa það inn og svarar örfáan spurningum til að hérna þá er hinn helmingurinn af sigurinn unnin. Og þetta er bara að vera með YouTube-rásuna að opna og síman kláran þegar við byrjum. Skilur þetta á sig bara. Já, Einar spyr hvort spurningarnar koma allar á síma. Það er á símanum... Nei, sko, spurningarnar koma allar á YouTube-rásunni. Þið sjáu spurningarnar og þá koma svona 4 kassar í lit og eina sem þið sérðu í appinu þegar leikurinn byrjar þá eru þessi 4 kassar og þið svarið eftir því. Þetta er alveg óbóðslega einfalt og skýrir sér algjörlega sjálft þegar við byrjum. Þannig að við bara tökum fyrstu spurninguna og tökum þá kannski smá pásu og gefum fólki séns á ef það er eitthvað óljóst við það. Sem sagt, spurningarnar koma á tölvunni eða iPadnum hvað sem þið eru með og þið svarið á símanum. Og svörin er í lituðum kössum á tölvunni og þið ítið á litin á símanum sem þið haldið þessi rétta svarið. Nákvæmlega. Þannig að þetta er bara þannig. Og tíminn gildir líka krakkar. Það er þetta skemmtilegt. Það eru 30 sekúndur hver spurning og það eru gefin stig fyrir rétt svar en eftir því sem þið svarið fyrr þeim fleiri stig fáið þið. Það þýðir ekkert að bíða og ef þið vitið allt og bíðið alveg þarna á síðustu sekundu þá komist þið ekkert langt sko. Þið verða að svara leiðu þau aldrei þessi rétt. Það gefur flest stígin. Ef að gefa þessu 2-3 viðbót? Já. Eða þú tapar þessum stigum eins og ég hef gert þessu patís. Já.
Þú hljóta ít og svo Það var- við fyrst. Það er að ná balans á það milli. Nei, vinsalega ekki svara á YouTube-brásundu. Þetta er grín hjá henni, hún Já. gerði ennlega síðast sko. Dóra var nefnilega sko upp á Selfossi og með 2 punga, Einar og svona tölvupung og reyndi að svara í tölvupungin sko og það var ekki nógu gott samband, þannig hún reyndi bara að svara hér, það virkaði ekki sko. Algjörlega, gefum þessu eina tværið ef það er ykkur að skrá sig inn. Annars þetta er nú búin að vera nokkuð stabilt bara í smá tíma, þannig að Já, ég held að 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 það stendur þetta í hóðum. Það var ekki að grínast. Já. Það er ekki bara allir tilbúinir, hefur ekki bara henda okkur í það. hendi fyrstu og sjá hvernig gengur. Já. Herðu, ok. Er þið tilbúin í fyrstu spurningu? Ef ég man rétt þá byrjum við á flokk sem ég kalla tónlist, en ég lofaði ekki, það er svolítið síðan ég gerði það. Ok. Herðu, það er bara fyrsta spurning. Hvað heitir undankeppni Svía fyrir Eurovision? Er það Melodi Grand Prix, Sverigevision, Europarty eða Melodi Festivalen? Hvað heitir undankeppni Svía fyrir Eurovision? Eina af svona veglegri undankeppnum Eurovision, eða ekki? Já. Það fyrir þetta nokkar. Fyrir þetta nokkar að sjálfsögðu. Þetta er að tínast inn. Flestir með þetta á hreinu endilega núna komið með eitthvað, ef þið er eitthvað óljóst eða eitthvað að klikka við, svo sem getum ekkert mikið gert í tæknilegum vandræðum en Sko, nú sjáum við, lefum aðeins fólki að átt að sjá þessu, sko. já, við gefum þessu núna kannski smá tíma þannig að Sko, það svöruðu held ég 11 af 13. já, Þannig að það er einhverjir 2 sem er ekki búnir að ég er bara svona rosalega óvissir hvað er þetta að svara, sko. Já. Það verður að svara strax og en eru einhverjir að núti sem eru ekki búnir að fatta hvernig á að svara? Og ég er í 17. sæti. Já, Binna var alveg með þetta strax, sko. Við sittum gláður að spurningin koma á skjáin, sko. Það er rosalega pirrandi þegar maður er að bíða eftir að kassanni komi, sko. Herðu, og 221, við skulum nú bara að fletta því upp aðeins, hver það er. Bara þessari spurningu ætlum við að gefa þessu kannski svona 30-40 sekundur í viðbót, bara svona, ef það er eitthvað, en það er Ég er bara ekki með það yfir 221, hann er ekki í bókinni því það er nýr félagi. Frábært. Og þannig ef við skautum fram í honum, þá kemur þotan, það er kunnulegt nafn frá síðustu keppni. Við vitum hverju það eru. Og alla búinn. 2-2-1 Já, eftir Binnu. já, 2-2, við vitum ekki alveg hverju það er, af því hann er ekki í bókinni. Og ég get flettið uppi. Já, Og svo Trína, það er hún Kata. Herri, það er engin að tjá sig svo sem við sjáum, þannig að þá vonandi bara gengur þetta. Þá höldum við bara áfram svona nokkuð jæmt og þetta, en engin asi. Ekki stress. Herri, spurning 2. Með hvaða hljómsveit kom Jónas Sig fyrst fram á sjónarsviðið? Var það með Sólstandagæðarnir, var það Skítamórall, Meitinn Sveitin eða Sóldögg? Jónas Sig, hann var fyrst frægur í hvaða hljómsveit? Hann er náttúrulega hérna Þorlákshöfn, sko. Hann kom Þorlákshöfn á kortið, eða ekki? Já, heldur betur. Og Lúðrasveitin. Þetta er ekki frá ég spil í Lúðrasveitinni. Þetta væri fólk brottrækt fyrir að vita ekki í Þorlákshöfn. Já, nákvæmlega. Hann var að sjálfsögðu, þetta er Jónas Sólstandagæi, þó hann vilji nú fjarlægast þeim stimpið sjálfur, sko. Sko, já, lagleg. 221 á toppinn. Já. Við höldum bara að benda áfram í 3. Hvað heitir útihátíðin sem haldin er á Borgarfirði eystri? Er það Bræðslan, Danskir dagar, Kótilettan eða Eistnaflug?
Frábær útihátíð fyrir austan. Það hefur ekki verið fullur þarna? Nei, en ég verð nú að kommenta á þessa spurningu. Að þú setur ekki sko í túninu heima. Nei. Það er bæjarhátíð sem ég bjó til. En það vita allir, það er svo ofaugljóst og það er ekki það sko. Ok. Það er svo fræg hátíð. Já, nákvæmlega. Allir með þetta á hreinu, sjálfsögðu. Ég mæli með því að fara á húsbílnum þangað, það er bara ljómandi gott. Það verður það mikið þoka, ég hef aldrei séð borgað fyrir austri. Það var ekki þoka, það var ekki... Já, bara beggja vegna sko. Ok. Höldum áfram. Frá hvaða bæjarfélagi eru meðlimir hljómsveitarinnar Ljótu hálfvitarnir? Bestu hljómsveitar Íslands. Er það frá Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði eða Húsavík? Hvaðan eru allavega langflestir meðlima hljómsveitarinnar og ég held að hinir séð þá úr einhverjum nágrannarsveitum? Settir ekki Þorlákshöfn þarna í þetta? Sem valmöguleika? Nei, það eru hálfvitarnir. Það er allt annað band. Þú meinti fávitarnir? Já. Þeir eru frá Húsavík. Strákarnir þaðan. Við förum í 5. spurningu. Frá hvaða landi er lagið sem við þekkjum sem Ég er komin heim? Er það frá Ítalíu, Búlgaríu, Austurríki eða Ungverjalandi? Frá hvaða landi er Ég komin heim? Eða ferðalok. Ég man ekki hvort það var rétt. Það talið verið rétt nafnið á þessu. Ég er komin inn. Það heitir það. Já. Og hitt nafnið sé fallara. Þetta er held ég höfundurinn. Ekki skáfrændi daða. Það var nú hrændið þinn líka. Já, þetta var hinn ská. Hann er Ungveri. Já, er það? Ég held þetta væri frá Ítalíu. Ég hefði gert það. Og hvað margir með þetta? Já, þetta var í kringum Ég EM. held að vera Ítalíu. Fólk les bara heima. Herðu, nýliðin er alveg á bullandi siglingu. Þetta er frábær viðbót við húsbílafélagi. Átökum henni skemmtilegt. Herðu, það er síðast held ég tónlist. Hver af Beatlunum söng lagið With a Little Help from My Friends? Var það John, Paul, George eða Ringo? Hver af Fab Four syngur lagið With a Little Help from My Friends? Eða svona alla jafna þegar bandið kom saman. Þetta veit ég nú alveg á 10 sko. Þetta var Ringo, hann þurfti smá hjálp frá vinnum sinum í þessu læni. Já, Ringo var nefnilega átti mjög flott lög sko. Já, þetta er frábært sko. Þeir hafa nú verið að taka þetta mjög oft, hann og McCartney sko. Seinni ár. Já. Við erum að stoppa augnablik, Já, það? já. Ásgerður Haraldsdóttir er að kommenta inn á félag húsbyrjanda. Má ég kanna hvað hún? Ég skal gáða. Við bara erum með allt í hérna eftirliti. Hvað segir hún? Gerður refresh. Tökum 20 sekundur í. Það er endurlega. Ég held að ég hafi næsta flokk haft ykkur að blöndu að veitingastöðum og skemmtistöðum. Við erum svo sjóið þar. Já, þetta ætti að vera. Fannst hana, á ég tekka á þessu. Nei, ok. Það bara. Það ég geta tröfla leikinn. Nei, við höldum bara á. Við höldum bara fram í næsta flokk og það er. Hvað voru tvær úr tungunum búin að vera lengi í fórinni þegar þær stungu á sveitinni? 8 ár, 11 ár, 14 ár eða 17 ár? Þetta var ekki alveg rétt að með næsta flokk, ég held að komið það næst. Hvað voru tvær úr tungunum búin að vera lengi í fórinni þegar þær stungu á sveitinni? Snilda spurning. Það var vissilega örugglega sungið á hvernig skemmtist það, sko. Já, maður fer með textan í huganum, sko. Þær voru búin að vera 14 ári í fórinni. Já, það er virkilegt. Já, binna með þetta, hún var eina af þeim.
Herðu, ok, áfram, 8. Hvaða skemmtistæður var á efri hæðum hússins þar sem KFC og Skallið er á Selfossi? Var það HM-kaffi, Gjáinn, Pakkhúsið eða Ingóll? Þetta var svona einn af þessum sveitaballastöðum í gamla daga. Það er þarna ég verið drukkinn. Það var það? Já. Ég var bátt með að trúa því. Þú var stutt fyrir þig heim. Já, mjög stutt heim. Helgi Gó, hann á húsið, hann hefur ekki viljað sjá nokkuð skapa hluta öðru þeim eftir hann fekk þetta. Þetta er sjálfsögðu Ingóll. Já. Já. Binna hefur komið þangað líka. Hún kom að beint úr tungunum. Já. Hvað heitir skemmtistæðurinn Fornfræi í Varmahlíð í Skagafirði? Er það Miðgarður, Hreiðarskáli, Víðihlíð eða Hlégarður? Hvaða skemmtistæður er í Varmahlíð? Ætlar að monta eitthvað þessu? Nei, ég er full að trúa að þú hefur drukkinn henni. Ég hef einu sinni komið hana, en þá söng ég tónleika með karlakóðum. Þetta er nú framúrstefnuleg bygging með glerhísi og allir. Já, þetta er nýtt þessi frontur. Það er Miðgarður Skagafirði. Gerum þetta vallt í svona spil í kvöld. Það er einn samt, sko, það er bara COVID. Þannig að æfa sig. Eftir nokkur að bíða bara að halda áfram. Já. Nokkur í jöfnu tempói. Í hvaða sýslu er hinn góðsagnakenndi sveitabalastæður Njálsbúð? Er Njálsbúð í Árnessýslu, Rangárvallasýslu, Eyjafjarðarsýslu eða Vestur-Skaftafellssýslu? Í hvaða sýslu er Njálsbúð? Ég hefur svo húsbílafélag að vita þetta. Við erum stundum verið þarna, sko. Já. Þau hefur verið í Stóruferðinni. Daniel, í hvaða sýslu var það? Það er Rangárvallasýslu. Hvað er það? Herðu, Rangárvallasýsla var það gott að það er allir komnir, held ég þá, með inn í leikinn. 13. Æs. Og Njálsbúð er náttúrulega þarna rétt hjá Hvolsvelli og er í Rangárvallasýslu. Við erum með 11. Hver af þessum skemmtistöðum brann ekki? Tunglið, Pravda, Glömbar eða Ari Ögri? Aðeins einn af þessum skemmtistöðum brann ekki. Það leiði nú svolítið á milli hvers bruna samt, sko. Ari Ögri, eða danski barinn í dag, hann hefur ekki fuðrað upp með þá, blessunulega. Ég held ég sem að vera að koma eins út úr því fljótlega stöðum þar sem ég hef verið drukkinn inn á, en það gott ekki meira. Hvaða hamborgarastaður var á varnarliðssvæði bandaríska hersins? Var það McDonald's, Burger King, Wendy's eða American Style? Þegar herinn var á Íslandi þá voru þeir með bara skyndibitakeðju sem var ekkert á Íslandi þá. Hvaða keðja var það? Var Tomma hamborgar ekki komið þarna? Nei, það var ekkert í hernum. Wendy's, hann var á varnarliðssvæðinu. Og ég held að hann hafi nú bara aldrei verið á Íslandi annars. Ekki svo ég muni allavega. Fórstu aldrei þangað, Elín? Nei, ég fekk aldrei að fara þangað, þess að man ég þetta ekki. Binna eins vegar, hún var á varnarliðssvæðinu. Og hann er eðlilegt að þotan sé með þetta á Nákvæmlega. hreinu. Ok, og þá er það næsta. Galító er nokkuð rótgróinn veitingastaður í hvaða sveitafélagi? Er það í Borgarnesi, Akranesi, Stykkishólmi eða Ólafsvík? Það er svo vitlaust, Elín. Þetta vita nú allir húsbílleigendur. Ég sér það ég er svo ógeðslega hvatvís í svona leikjum. Svo bara engist ég leiði búin að íta handið.
Hvar er Galito? Þetta er nú komið í gólskálan þetta líka, það er lítið góð viðbót. Ég er alveg viss um það að Skaga fólkið með þetta á hreinu. Galito er veitingastaðurinn á Akranesi. Allir með þetta með ég sörða. Þetta er nú komið og allt. Ég er 2. Erum við 2? Já. Nei, það var ekki svo slemt. Herðu, hérna Þú og Garðar. á næsta. Hvaða sjoppa er þetta á myndinni? Er þetta Fossnesti, Baulan, Hlíðarendi eða Bottskáli? Hvaða sjoppu sjáum við á myndinni? Allir gert framhjá, eins og reyndar öllum þessum sjoppum. Ekki Bottskála. Jú, ég ætla að allir gert framhjá því. Er ekki bölum? Ég veit það ekki. Það fyrir ekki þangað. Heiði. Já, en myndin kom þetta svolítið seint. Já, það er bara eins og öllum. Ok. Baulan er það að sjálfsögðu. Já. Ok. Og þá held ég við sem búin í sjoppum og skemmtist. Það er komið 10.000 stig. Já, en þetta er allt opið ennþá. Já. Fullt að stigum í pottinum. Nú skiptum við gír, ef ég maður rétt. Já, hvaða embætti gegndi Ruth Bader Ginsburg hún lést árið 2020? Var hún hæstaréttardómari, borgarstjóri í New York, leiðtogi meirihlutans í öldungadeildinni, eða seðlabankastjóri Bandaríkjanna? Hvaða embætti gegndi Ruth Bader Ginsburg þegar hún lést á síðasta ári? Hún hefði náttúrulega mátt lifa blessinu nýja allavega svona 3-4 mánuði viðbót. Já. Nákvæmlega. Út af því hún var hæstaréttardómari og Donald Trump sagði vatnið, hann fekk að Svona, ekki vera með svona fordóma. Jú, ég er alveg fulla ferði í fordómum. Ég skal ræða það eftir þetta ef þið viljið. Fordóma hata. Ef þið eru ósammála. Ég segi nú bara eins og síðstíðin, ertu fordóma hattari? Já, klárlega. Nei, hún sagði, Eyþór, þú ert mikill fordóma hatari, það er óþolandi. Hann játaði því bara. Já. Herðu, ég held að það sé það pólitík næstu spurningar og höldum áfram með því. Hver var forseti Íslands á undan Vigdísi Finnbogadóttur? Var það Kristján Eldjárn, Sveinn Björnsson, Ásgeir Ásgeirs eða Ólafur Thors? Vigdís Finnbogadóttir tók við embætti af hvaða forseta? Það var Stjáni, allir með þá reynu. Hvaða flokki tilheyrir þingmaðurinn Rósa Björk Brynjólfsdóttir? Er hún í Vinstri grænum, Samfylkingunni, Pírötum eða Viðreisn? Hvaða flokki tilheyrir Rósa Björk Brynjólfsdóttir? Hún getur verið að vita það. Hún skiptir eins og nærbúsu. Nei, það er bara, allir hún ekki með þér. Skiptir oftar en einu sinni brekkur. Kannski skipt hún í dag. Ég veit það ekki. Allavega þetta var samið, þá var hann í þessum flokki. Hún úr Vinstri grænum. Það er Keilir komin á blússandi ferð. Já, ég held að það séu nokkur á bak við þetta keilisnafn. Já, en áfram í stjórnmálatengdu. Hvað var til þess að Bretar lýstu við stríði á hendur Þjóðverjum árið 1939? Þjóðverjar réðust inn í Pólland, Frakkar gáfust upp, Þjóðverjar réðust inn í Austurríki eða Frans Ferdinand var myrtur. Hvað af þessu varð sem sagt til þess að seinni heimsstyrjöldin braust út? Formlega, hún var nú svo sem alltaf á leiðinni. Þjóðverjar réðust inn í Pólland. Frans Ferdinand parturinn, það var fyrri heimsstyrjöldin. Hún braust út af, hann var myrtur. Engin sem giskar á Frakka gáfust upp en það taka menn því bara sem gefnu. Já, nákvæmlega. Herðu, ok. Við höldum áfram. Hver var fyrir mistök tilkynntur sem formaður Framsóknarflokksins árið 2009? Var það Höskuldur Þór Þórhallsson, Páll Magnússon, Finnur Ingólfsson
eða Valgerður Sverrisdóttir? Hver var tilkynntur sem formaður Framsóknarflokksins og taldi sig vera það í svona 6 mínútur eða eitthvað álíka? Til að það var leiðrétt. Það var mjög neðalegt. Já, helviti mikið klúður. Ég myndi ekki hafa viljað vera fundastjóri þar. Höskuldar viðvörunin, hann fekk þessa gusu. Það svekkjandi maður. Þetta að vera grjóthart hérna. Já, toppbaráttan. Toppbaráttunni, sko. Já. Það örstutt á milli. Og við höldum áfram í þessum flokki. Hvaða þingmaður endaði í 5. sæti í íslensku útgáfunni af X-Factor? Var það Inga Sæland, Anna Kolbrún Árnadóttir, Helga Vala Helgadóttir eða Kolbeinn Óttarsson Proppe? Hvaða þingmaður endaði í 5. sæti í íslensku X-Factor? Þetta vissi ég ekki og ekkert sem ég ætla að grafa það upp með þetta. Nei. Það ágætt að benda að ef það alveg eitthvað extreme sem það tekur langan tíma að birtast á YouTube, þá alveg hægt að gera refresh á þá síðu og fá hann aftur inn, bara vitið af því, en líka ef það eitthvað vandamál sem að koma upp hjá okkur, þá að gera að henda því á YouTube spjallþráðin, en annars bara höldum við áfram svona á cirka þessu tempói. En Inga Sæland, hún var í X-Factor og bara stóð sér nokkuð vel. Ég sagði áðan að Keilir væri, sko, ég held að væri fleiri á bakvið það, sko, en Grani nefnilega, sko, ég held að Grani væri með Keili, það ekki rétt, Grani að síga inn. Já, þetta var 2 sterklið. Já, þetta flott. Og einn eða 2 réttir í þessu. Hver tók við embætti forseta Bandaríkjanna í blá lokin á seinni heimsstyrjöldinni? Var það Franklin D. Roosevelt, Dwight Eisenhower, Harry Truman eða John F. Kennedy? Hver af þessum tók við og var forseti þegar seinni heimsstyrjöldin endaði, en var ekki, hann var vissulega varaforseti megnið af seinni heimsstyrjöldinni. Held hann hafi þar á eftir. Það var Truman sem að klára þetta eftir að Roosevelt lést. Og þá erum við hálfnuð með þetta og vonandi bara allt í standi. Bíðum aðeins. Eitthvað næstu. Alltaf. Hvenær fór barnaefnið Stundin okkar fyrst í loftið? Var það 1957 í útvarpi, var það 1967, 77 eða 87? Hvenær fór Stundin okkar fyrst í loftið? Og held ég enn. Þetta sé... Já, ég kannski ekki að gefa þetta strax. Hvort þetta sé elsti starfandi þátturinn eða einn af þeim. Þetta var bara strax eftir að sjónvarpið hóf leik, sko. Daði, horfðu þú ekki á það, eða? Stundin okkar? Þarna, sko. Jú, heldur betur. Ég horfa á þetta alltaf á stundum. Já, heldur betur. Herðu, það er... Áfram bara. Já, allt í lagi. Það nefnilega, sko, Sibba í vandræðum, sko. Það er svo erfitt að segja, sko, Sibba, hvernig kemst ég inn, af vegna þess að ef þú sér þetta í tölvunni og þá eina eftir að opna síman og opna Kahoot forritið og setja inn númerið og ítir á hana gulrauður, grænn og blár ferritningurinn og þá kemur inn PIN-númerið. Það er hérna í horninu á skjánum. Já, það er hérna í horninu á skjánum alveg neðst undir gulröndinni 1627041 og stimplar það inn og þá áttur vera komin inn í leikinn. Meira getur verið en ekki sagt. En hún var komin inn nefnilega á hann. Já, hún var komin inn á hann. En það er lítið sem við getum gert í því núna, við leysum það þá bara, við gerum þetta aftur. En Dóra er að svarinni, við skulum höldum bara áfram. Já, það er ekki að stoppa núna. Sjóum og skón eins og við segja framfram. Nákvæmlega.
Herðu, 23 var aðal karakterinn í hvaða sjónvarpsþáttum? Var það Entourage, The Wire eða Sopranos? Við erum augljóslega komin í sjónvarp og kvikmyndir. Flokkin. Walter White, frábær karakter í hvaða sjónvarpsþáttum? Allt frábæri sjónvarpsþáttur líka, er ekki það? Það var í Breaking Bad. Það var rosalegu þáttur. Eru lagið með YouTube-brásunni hjá þér? Já. Já. Já, ok. Breaking Bad, þetta er komið, höldum áfram. Meghan Markle prinsessa náði heimsfrægð fyrir leik sinn í hvaða sjónvarpsþáttum? Var það Scrubs, Suits, Game of Thrones eða Grey's Anatomy? Hún var eina aðaleikurum í hvaða sjónvarpsþáttum? Þessi, hún ringdi í mig. Já, hún var í Brúarlandsskóla þegar ekki? Nei, hún vildi kynnast mér betur. Já. Það er svona, gekti mikið neitt, en hún vildi bara kynnast mér. Ha? Elín, við erum að tala hérna. Verst þú bara hérna hinum minn og leiktu, spilaðu leikinn? En hún leik í þessum sjónvarpsþáttum áður en að fóru að leika þessum þáttum sem eru í núna, sko. Suits. Og það binn aftur á toppinn, sko. Já. Það er sko listur og menning. Hún var alltaf í þeim flokkum í hérna Trivial Pursuit, sko. Ok. Eftir hún flutti úr tungunum, sko. Já. 25. Frá hvaða landi er línan geðvonda? Er hún frá Spáni, Ítalíu, Tékklandi eða Bandaríkjunum? Það er nú erfitt átt að því með við hvernig hún talar, sko. Ekki ef þú veistu upprunalega nafnið á henni, hann sko. Nei. Og nei, hún hegðaði sér alveg eins og Ítalir, sko. Já. En La Linea er frá Ítalíu. Það er... Ég hef alveg séð reiðan Ítalir sem tala nokkuð neður svona. Ok. Ok, og við höldum áfram í kvikmyndum og tónlist. Hvað hét aðalfréttamaðurinn á fréttastofu Spaugstofunnar? Leikinn af Karli Ágústi Úlfssyni. Var það Pétur Teitsson, Erlendur Sigtryggsson, Ófeigur Báðarsson eða Karl Karlsson? Hver var aðalfréttamaðurinn? Örugglega fréttastjóri á Spaugstofunni. Það var fyrsta árin með svona sem fréttastofu alltaf, eða ekki? Jú. Það var best. Nei, var það endaði Yfir til þín. Pétur. Þetta þáttur. Pétur Teitsson, hann var hérna aðal fréttamaðurinn. Já. Ok. Toppar það með öll með það á hreinu. Elín, ég sé aldrei þitt nafn komin eitt upp. Ég er í 7. sæti. Já, það er bara ljómandi gott. Allar þessar myndir voru tilnefndar til Óskarsverðlauna árið 1994. Hver þeirra vann? Var það Shawshank Redemption, Four Weddings and a Funeral, Pulp Fiction eða Forrest Gump? Þetta er líklega besta ár í sögu Óskarsverðlauna, en hver af þessum fékk Óskarsverðlaunum? Forrest Gump fékk Óskarsverðlaunin. Ok. 28. Hver af vinunum var í brúðarkjóli í fyrsta þættinum af Friends? Var það Rachel, Monica, Chandler eða Phoebe? Fyrsta skipti sem við sjáum þennan vin kominn á sviðið og var hann í brúðarkjól eða hún. Það er fullt af fólki sem veit allt í þessum Friends-myndum. Ég á Elín á dóttur sem kann hver einustu setningu í allir seríunum. Og ég ringi vin. Rachel, hún kom bara á stakka á brúðkaupinu, kom þannig og flutti til Moniku. Hún baði mig líka að gifta sér. Já, hún var líka í Brúarlandsskóla, pabbi sagði mig það.
Er ekki bara flestir í Jú. góða fíling á bara fulla ferð. Partur af hvaða frábæru teiknimyndasögum er þessi karakter? Er þetta úr Lukkuláka, ævintýrum Tinna Dríki eða Viggo Viðutan? Hvaða teiknimyndasögum tilheyrir þessi karakter? Þetta er hann Sjóðríkur Seiðkarl. Hann er örugglega alveg djöfulli góður að brugga. Já, brugga hvað? Töfraseiði. Já. Bara eins og allir aðrir bruggarar. Já. Hann er ástríki, galvaska. Elísa er blátt, ævintýri Tinna. Ein. Hún var ein þar. Það var ekki. Ok. Hvort það er ekki belgar sem að söldu báðar þessar sögur. Ég man ekki hvort það var belgi eða frakki. 30. Hver þjálfaði handboltalandsliðið árið 1989 sem vann B-keppni landsliða? Var það Bótan Kovalcic, Þorbergur Aðalsteinsson, Þorbjörn Jensson eða Jóhann Ingi Gunnarsson? Núna erum við bara komin í random, svona bland í póka, vendum á því. Hver vann B-keppnina? Það var bara leiðin að gullinu, kvikmynd og flugveldi í Þýskaland segir maður rétt og brjáluð stemming. Sko. Bótan, hann var með liðið. Já. Tók við landsliðina eftir að hafa búin að vera með Víking. Þessa hefði ég verið með rétta. Af íþróttaspurningu sko. Þessa var ég mér rétt. Já, það hef ekki með það. Takk. Þið bara gerir þetta upp eftir svo hérna. Já. 31. Hver er vinsælasti mexíkóski bjór í heimi? Það var Miller, San Miguel, Sangria eða Corona. Hvað er vinsælasti bjór eða mexíkóski bjór í heimi? Það ég held bara nokkuð afgerandi sko. Hann tók reyndar dífu út af ykkur á síðasta ári en hérna. Já, og það var gríðarlega vinsæll. Sko. Koronavírusin, hann kemur frá Mexíkó. Eða þú ætlar að drekka hann. Já, ekki Japan. Eða Kína. Ekki Kína, sko. Hérna, 32. Í hvaða bók fáum við að fræðast örlygsstaða bardaga? Er það í Njálu, Sturlungu, Laxdælu eða Snorra-Eddu? Bara viðurkenna strax að þetta er kvikindisleg spurning. Þetta rennur allt saman í eitt. Já. Ég held að það er í Andri Sönd. Nei. Það er ekki valmöguleiki. Ég held að þetta alls ekki útilokað að það er eitthvað fengið að fræðast Sturlungu, örlygsstaða bardaga í hérna Andri Sönd, sko. Nei, það var svo vitlaus sem það. En það var í Sturlungu. Já. Ég hefði allan daginn sett á Laxdælu. Samfæðið Njálu. Eins og margir Nú hefur nú sennilega staðan eitthvað breyst. Það var Gunni og Nelli og þeir voru alltaf að berjast fyrir sunnan, sko. Herðu, ok. Það er bara líf í toppbaráttunni. Þeir eru bara að svissa hérna milli alveg. 221 og Alla búinn, hann er bara veður upp stígan. þetta er bara eins og það vera. Það er ykkur 10 spurningar eftir og allt galopið. Fullt af stígum í pottinum. Já, hvað er í velun? Er aftur ferði í pottin í Þorlákshöfn? Já, ég er búinn að setja í gang. Það er lítið gott. Fyrstu kemur fyrst fær. Fyrstu kemur, fyrstu fær. Ég ætla bara að hoppa beint onni eftir að við erum búin hér. Ég er bara mætið. 33. Hverjir stjórnuðu hinum gríðarlega vinsæla morgunþætti 2 með öllu? Var það Þór og Steini, Sim og Jói, Jón og Gulli eða Steinn Ármann og Davíð Þór? 2 með öllu og 1 í fríi, hvort það var ekki grínið. Var það Þór Bæring og Steini, Sim og Jói, Jón Axel og Gulli eða Steinn Ármann og Davíð Þór? Þau eru allir hlustað einhvern tímann þetta. Nei, ekki þannig að setja inn í. Já, mér á. Jón og Gulli, þeir voru með þetta á Jón og Gulli. bylgjunni.
Hver Þetta var bara morgun þátturinn er þessi Jón? Jónasel Ólafsson. Já. Ég seldi honum eins og í bíl. Já, og hann var ekkert verið að tala hvað hann var í frægur í þessum vinsæla morgun þetta. Nei. Þetta var Fiat 127. Ferrari? Nei, það var svona lítið nettur bíl. Já. Herðu, ok. Þá verðum við að Ferrari í spurningu 34. Hvað var stærsti jarðskjálftinn sem fundist hefur hér á landi á þessari öld stór? Hann var 17. júní árið 2000. Var það 6,6 á Richter, 6,3 á Richter, 6,9 á Richter eða 7,2 á Richter? Sýnir myndin, sko, þennan jarðskjálfta? Nei, jarðskjálftar ansi mikið umræðinu núna, en hvað er stærsti skjálftinn á þessari öld, og ég held að nú bróðurparturinn af síðustu öld líka, það var einhver 100 ár tæp þá. Þessi var 6,6 á Richter og ég fann hann bara vel á Selfossi. Já, heldur betur. Ég fann hann greinilega vestur í Stykkishólm. Já. Herðu, 6,6, þetta er alltaf einhver litið smá gisk spurning, en þetta held ég þessi tala hafa nú verið svolítið að koma fram núna í fjölmiðlum undanfarið. Þannig var það. Svo var held ég 6,3 hvort það var þarna kvöldið eða þá 2008. Hann var minni árið 2008 en fyrir okkur á Selfossi var hann held ég jafnvel. Harðari. Já, hann eyðilaði meira sko. Þá fór allt á liðina hjá okkur. Ok, 35. Á kostnað hvaða þjóðar fengu Danir þátttökurétt á EM í knattspyrnu árið 1992? Var það Grikklands, Júgóslavíu, Rússlands eða Tékkóslóvakíu? Þetta er nú örugglega önnur íþróttaspurning sem þú ættir að vita þetta. Já. Það er ekkert auðvelt að finna íþróttaspurningar sem Daði kann sko. Nei. Það eru ekki margar. Nei, það var Danir unnu mótið en átti ekki að vera með. Það var sjálfsögðu Júgóslavíu stríðið sem að gerða verkum að Júgarnir fengu ekki að taka þátt og bara leystist Júgóslavía upp og ég held að þetta landslið ég er ekki sem hafi spilað mikið eftir þetta. Ok, förum í 36. Hvernig skrifar maður 100 í rómverska númerakerfinu? Er það C, Vaff, X eða L? Er það ekki H-U-N-D-R-A-E? Það er íslenska númerakerfinu. Þú sér hann hérna, frendaðinn á myndinni, hann er að stýra þessu. Þetta eru bara fyrstu 4, það vantar hérna 96. Já. Þetta er líka á Ástríki, þessi karakter. Á trefnu þeim? Já, Rómverjar, þeir eru klikk. C er 100 á rómversku stafrófi. Og þá er 221 að verða óstöðvandi. Ég sé aldrei bláa naglan koma neitt upp í Þegiðu. 37. Hvað hét uppistandsýningin sem Jón Gnarr sló í gegn með árið 2000? Var það El Prumpos Pissos, Ég var einu sinni nörd, Tvíhöfði eða Borgarstjórinn? Ein af betri uppistandsýningum sögunar hér á landi. Hvað hét hún? Ég var einu sinni nörd. Það var Jón Gnarr. Pétur Jóhann hittaði upp fyrir hann. Þetta var alveg ansi gott kvöld. Og 38. Hvaða litla vatn er upp á fjallinu við Kirkjubæjarklaustur? Er það Bræðravatn, Systravatn, Másvatn eða Kirkjuvatn? Hefur ekki húsbílafélagið stoppað þar? Þetta vatn? Já, bara á Klaustri, sko. Jú. Þú ert nokkuð neði við þetta vatn eða þú stoppar á Klaustri, það er erfitt að komast hjá því. Já, meinar. Það er ekki upp á klettunum.
Það er hérna bara, sér myndina hérna, baka. Já, hver heldur að fara þarna upp? Þetta er bara... Þeir eru farið þarna upp? Já. Ég var ekki svona drukkin þar, sko. Þú lígur því. Já. Herðu, ok, þetta er búið að vera rosalegt kvöldkjáðum hérna í toppártunni. Þetta er bara, við neita að yfirgefa svæðið, sko. Það er vel gert. Og förum við 39. Boð í hvaða skóla fekk Harry Potter aðeins 11 ára gamall? Var það Cambridge, Harvard, Hogwarts eða Oxford? Í hvaða skóla fekk hinn konungi Harry Potter boð? Fekk hann ekki boð í Brúðlandsskóla, þessi? Hann fór það eftir. Já. Hann fór úr Brúðlandsskóla í þennan skóla. Ok. Þetta hafa margir lesið væntanlega. Ekki staf. Hann fór í Hogwarts. Galdraskólan. Það sjálfsögðu. Þannig að það eru 3 réttir. 41 þessi. Hvert þessara vörumerkja er langelst? Er það Samsung, Apple, Nintendo eða Microsoft? Hvert þessara vörumerkja hefur verið til í lengstan tíma? Tvö bandarísk og 2 frá Asíu. Nintendo er langelst. Hvort það var ekki bara spil eða eitthvað anskotin áður en það varð leikjatala. Nú þekki ég ekki maður. Þetta var mikill og fróðlegur lestur þegar ég gerði þessa spurningu en ég man ekkert hvað það var núna, langt sinni ég gerði þessa spurningu. Herðu, það var Grani búinn að blanda sér í barátuna. Já. 41. Hvað hét sérpinn sem var fyrstur kleif Everest? Var það Tenzing Norgay, Pasang Dava Lama, Nobu Sherpa eða Ang Rita? Og þetta er allt alvöru legend sem Sherpar. Ok. En hver fór með Edward Hillary á toppinn úr sem sagt og náttúrulega mesta góðsögn í sínu heimalandi, Nepal? Það var Norgay sem fór upp á topp með Edmund Hillary og það þéttist á. Það er ein spurning eftir. Þéttist í toppárðinni, ein spurning eftir. Við bara vindum okkur beint í það. Lítið annað að gera. Hver vann fyrst Íslendinga keppnina Ungfrú alheimur? Var það Hólmfríður Júlíusdóttir, Linda Pétursdóttir, Unnur Birna Vilhjálmsdóttir eða Hólmfríður Karlsdóttir? Hver vann Ungfrú alheimur fyrst? Ég ætla svo innilega að vona að Elín hafi fallið í gildrunni sem ég rétti í þessa spurningu að það er eiginlega ekki fyndið. Já. Var það nýdönsk gildran sem var... Ég bara leið. Já. Það var nýdönsk sem ég sé á síman hjá henni, það er inkorrekt. Hólmfríður Júlíusdóttir er hérna lag með nýdönsk. Hólmfríður Karlsdóttir er eins og rétt svar og það er hinn eina svona hófi. Þau sjáu hérna að það eru 3 sem hafa fengið vitlaust, Elín eina þeim, sko. Já, það er fleiri en hérna... Já, í rauða, hún er eina þeim. Já. Ég er mjög ánægð með þessa. Ég fætti til gildruna. Herðu, Það var trikki. þá liggur að ljóst fyrir, ég held að hérna nýliðarnir í hópnum, þau geta komið bara beint í potinn. Já. Kynna skemmtimetinni. Já. Grani, hann er í 3. seti, 2 Grani. Binna, hún er búin að haldast í topp 3 allan tímana, topp 2 jafnvel, er að vinna þetta og 2-2-1. Það er sigurvegari og hérna, Daði, þú líkur... Við setjum það bara á netið, hver 2-2-1 er, hann má líka gefa mér bara hérna í kommentinu hverju það eru og hvaðan það koma. En takk fyrir hjálpina og ég er að sannfæra að þeir sem voru með eru bara þótt gaman.
Þetta var mjög skemmtilegt, Já. líka fyrir okkur sem töpuðu. Já. Er ekki allir bara glaðir? Þið með kommenta bara á síðunni og við bara ljúkum þessar útsendingu hér. Sjáum svo til hvort að við getum plata frænda einhvern tíma seinna þegar hann er búinn að semja nýtt efni. Til hamingju snillingar Já. og kæra takkir. Til hamingju númer 221. Hittum við, hringi Einar, fórmaður. Skemmtilegur. Já. Það er. Það er bara símtali byrni, en ég, eins og ég segi, Já. ég þakka bara fyrir mig og við ljúkum bara leik, ljúkum bara leik núna. En vallabúinn. Og keftu þið bæði. Já, Æ, það er komið.